Við hittum Víking Málið fyrir tónleikana og spurðum hann, já, fyrst að því, hvernig honum liði að vera að fara að taka þátt í þessum viðburði. Vel, mjög vel. Ég er eiginlega bara mjög spenntur. Svona allt svolítið óraunverulegt. Ég held ég átti mig betur á í hvernig mér líður bara helgina þegar þetta er allt svona yfirstaðið. Er þetta svona spila, er þetta í fyrsta sinn sem þú spila svona þrenna konserta í röð? Það var svo mikil ásókn í miða. Og hvernig er það? Ertu með orku í að gefa allt af þér 3 kvöld í röð? Já, ég vona það. Jú, ég er ekki viss ég geti gert 4 kvöld í röð. Ég held að 3 séu svona ákveðið svona hámark og þess að maður að fá allavega 1 dag í hvíld, sko. En jú, ég hef spilað svona 2 konserta í 2 kvöld í röð nokkru sinnum náttúrulega og svoleiðis, en 3 er svolítið óvenjulegt og sérstaklega í samfélagi eins og á Íslandi. Ég var eitthvað að hugsa það, sko. Ég held að salurinn taki, 1500–1600 manns og er einu meira þegar kórinn er ekki með, sko. Og þannig að það er kannski 4500 manns eða eitthvað svoleiðis sem að sjá þessa tónleika og heyra. Og það er svona 1,5% af þjóðinni. Það er svona svipað þú væri með 4,5 milljónir bandaríkjamanna á einum tónleikum, eða einni svona seríu. En jú, þetta er alltaf mjög óvenjulegt og ég hef tilfinninguna að vera þetta að selja í rauninni bara oftar upp. Það er svo ótrúlega mikil spenna fyrir þessum tónleikum og þeirra hefur verið beðið í 100 og eitthvað ár. Þannig að það kemur kannski ekki á óvart hvað það er mikið svona rafmagn í salnum, en það gerir það helmikið skemmtilegra. En er þetta eitthvað svona momentum á þínum ferli, finnst þér? Er þetta, já, finnst þér þetta vera einn af þínum hápunktum? Já, ég held að ég muni aldrei fá að spila stærri tónleika. Alveg sama með hvaða hljómsveit og í hvaða samhengi þetta held ég að verði alltaf kannski það stærsta sem ég mun nokkuð tímann fá að gera. Ég held að ég geti hægt að gera neitt stærra heldur en þetta. Eins og ég segi, það er svo ótrúlega mikið á bakvið þessa tónleika. Og hérna hvað sem á er að spila með Berlínar Philharmonien eða New York Philharmonien eða hvað sem það jafnast held ég ekki á við að fá að standa á sviðinu með Askenasi í Hörpu fyrir Íslendinga. Það er það flottasta sem ég mun nokkuð tímann fá að gera. Hvers virði er það fyrir þig að fá að vinna með Askenasi? Það er bara óraunverulegt. Eins og ég sagði áðan, þá held ég muni átta mig á þessu öllu bara betur núna helgina þegar þetta er allt saman afstæðið og ég, tónleikarnir er rauninni mjög heppilegt held ég að fá að standa með Askenasi í fyrsta sinn, þetta er í fyrsta sinn sem ég leik með honum, að það skulle vera hérna núna. Af því að í rauninni eru einstaklingarnir og þeir sem að taka þátt í tónleikunum, ég persónulega skipti í rauninni ekki svo miklu máli í þessu samhengi. Samhengi tónleikarnir eru svo miklu stærri heldur en þessi hljóðfæraleikar þeir sem eru að spila á þeim. Þetta er einhvern veginn tónleikar sem að, já, á bakvið á er 100 ára hugsjón að vinna svo margra. Og þannig að ég ólst upp við upptökurnar hans Askenasis og mér finnst hann ofboðslega stór listamaður og ég hef einhvern veginn náttúrulega fylgst með honum alltaf og lært mikið af honum, bara úr fjarlægð. Þannig að það að standa með honum og deila sviðinu með honum er náttúrulega bara svona einhvers konar punkturinn yfir í það, en ég á eftir að átta mig held ég betur á því bara þegar þetta er allt saman búið. Segðu okkur aðeins frá hljóðfærinu sem að þú tókst nú þátt í að velja. Já, þetta er ótrúlega hljóðfæri. Við fórum og völdum það svona lítil nefnd, þetta er svo mikil ákvörðun að velja svona flygil, flygil þarf að duga náttúrulega í mörg ár. Þetta er í einum flygli held ég séu 11–12.000 litlir partar sem eru allir handsmíðaðir og settir saman og flyglar eru svo ofboðslega persónulegir, þó þeir líta allir eins út, þá eru þeir svo bara eins og manneskjur, gjörólíkir og engir tveir eins. Og við fundum flygil út í Hamborg, Steinway flygil, sem að ég held að ég hef bara spilað einn flygil sem ég myndi svona kannski bera saman við þennan flygil. Og það er flygilinn í New York Philharmonien í New York, í Avery Fisher salnum þar. Ég spilaði hann 2008 og það var bara ógleymanlegt. Hann er svo risavaxinn og jafnframt svo ofboðslega rafínir og það er nákvæmlega það sem okkar flygil núna í Hörpu er. Hann er einhvern veginn, maður getur öskrað á hann og maður getur hvíslað og maður getur gert óræðustu litbrigði, hann svarar öllu. Og mér finnst ofsalega gaman eins og í aukalaginu sem ég hef spilað og ætla að spila Ave Maríunni. Það er svona ofboðslega gaman að kanna svona mörk þess sem að salurinn og flygillinn býður upp á. Það er eiginlega ótakmarkað hvað maður getur farið lágt niður í dýnamík,
hvað maður getur gert mikið á svona svolítið óraunverulegum litum og við erum líka með stillara mér er næra að tala um listamann. Hann er mikill listamaður, Michel Brandes, sem kemur frá Concertgebouw, húsinu í Amsterdam, því fornfræga og glæsilega húsi. Og hann er svona stillari sem stillir í rauninni jafn mikið og ég æfi mig. Hann er allan daginn að stilla flygilinn og hann hugsar hann út frá litum og bara svona ótrúlega háu plani. Ég hef sjaldan séð hann eins eða aldrei. Og við erum búin að vinna óbúslega mikið saman með flygilinn núna í aðdraganda tónleikanna og stilla hann inn í rýmið, svo að kalla sko, og velja nákvæmlega karakterinn og hann er algjörlega inn í túlkuninni minni til dæmis á Grieg og veit nákvæmlega hvað ég ætla að gera hvað og hefur í rauninni stillt flygilinn þannig að ég get svona virkilega náð öllum þessum litbrigðum. Þetta er svona klæðskera sniðin stilling. Og hann verður hérna áfram, kemur 3-4 sinnum á ári og mun hafa yfirumsjón, svona listræna umsjón með þessum flygli og flyglunum í Hörpu og það held ég sé ótrúlegur fengur. Talandi um klæðskerasaumað, þá keyptir þér kjólföt fyrir þetta tilefni. Já, ég gerði það nú svona bæði í smá gríni og líka í einhvern veginn fullkominni alvöru. Mig var alltaf langað til þess að fá að sko lyfta hvað kallar maður þetta eiginlega? Löfin. Löfin. Lyfta þessu því ég sest niður hérna við flygilinn. Þetta er svo fallegt moment. Ég sé þetta svo mikið á gömlum myndböndunum og mér finnst kjólföt bara svo falleg. En ég hef aldrei átt svoleiðis og þetta er alltaf fáránlegt fyrirtæki að klæða sig í þetta en maður gerir þetta allt sem mann rétt með áföstum kraga og endalausum hnöppum og þessu. En jú, ég ákvað að ef ég gerði það ekki núna, þá hvenær. Og það bara gerir þetta allt saman ennþá skemmtilegra. Að lokum bara aðeins salinn. Já, salurinn er bara hljóðfæri. Hann er virkilega hljóðfæri. Hann er eins og, sko, maður leikur í rauninni jafn mikið á flygilinn og maður leikur á salinn, myndi ég segja. Og ég er nú búinn að sitja líka út í sal og hlusta óbærslega mikið á hljómsteinana í aðdraganda tónleikana, sko, og mér finnst þetta bara gullfallegur hljómur. Ofboðslega fallegur. Hann er hlýr og hann er svona alltumlíkjandi og hann er mjög jafnframt raffíneraður og maður getur leikið sér alveg gríðarlega með hann. Bæði getur maður leikið sér á sviðinu á flygilinn en líka getur maður leikið sér með því að stilla salinn. Hann er með alls konar stillingum og risastórum flekum í öllum hliðum sem maður getur opnað og lokað til þess að fá, ef maður opnar þá í rauninni eykst svona bergmál eða svona eftirhljómur, sko. Og þá í rauninni verður svona hljómurinn aðeins mýkri og aðeins minni, sko. En ef þú lokar þá kemur, þú veist, gríðarlega mikill hljómur og það er svona bara allt annað karakter. Svo getur maður bara leikið sér endalaust stillt, sko, flekana ólíkt eftir því hvar í salnum maður er og svo er risastórt svona kanópa upp í loftinu sem jafnframt hefur mjög mikil áhrif á bara fókusinu og karakterinn í sandinu. Ég held að það verði bara, þetta er svo risastórt leiktæki, ég held að það verði bara eins gaman og það munum þetta taka örugglega einhver misseri, kannski 1-2 ár að virkilega finna hinn fullkomna hljóm. Sem sagt fyrir ólíkustu verk meina ég þá, sko, því að hann er náttúrulega ótrúlega fallegur eins og hann er núna. En það verður bara gríðarlega spennandi, en það góða er það að við erum með endalausum möguleika og ég held að það hefði heppnast bara alveg frábærlega.